Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Til mín eru komnir 3 gestir í sófann, það sleppur alveg. Það Fanney Jónsdóttir frá Akureyrarbæ, fjölskylduráðgjafi, og Valdi og Inga, stuðningsforeldrar. Velkomin. Takk. Við byrjum aðeins á þér, Fanney. Akureyrarbær eða fjölskyldusvið að auglýsa eftir stuðningsforeldrum, ekki satt? Eða stuðningsfjölskyldum. Jú, við erum að auglýsa eftir stuðningsfjölskyldum. Fyrir hverja þá? Við bjóðum upp á stuðningsfjölskyldur fyrir svona 3 hópa. Það stuðningsfjölskyldur fyrir börn, fötluð börn, skilgreinda fötlun, og svo erum við með stuðningsfjölskyldur fyrir börn sem við köllum í félagsþjónustu. Það þessi börn sem búa við svona félagslega erfiðleika og svo í barnavernd. Og mikil vöntun á fjölskyldum? Vantar margar fjölskyldur eða? Já, okkur vantar í dag eru í fötlunarflokknum 8 börn sem bíða eftir stuðningsfjölskyldu. Já. Og í félagsþjónustunni eru svona 4-5 börn á biðlista. Þannig að vantar svona 12 til 20 kannski fjölskyldur? Já, og svo viljum við gjarnan hafa því þau eru að tínast inn, það verið að sækja allt árið og það svo erfitt að þurfa að bíða mjög lengi. Já. Þau sem eru búin að bíða lengst eru að bíða allt upp í 1,5 ár eftir stuðningsfjölskyldu. Já. Og þetta til viðbótar við þau sem eru nú þegar með stuðningsfjölskyldur? Já. Þetta eru bara þeir sem eru að bíða? Þau sem eru að bíða. Í dag erum við með, í fötlunarflokknum erum við með 32 börn á stuðningsfjölskyldu. Og í félagsþjónustunni eru 8 börn og í barnavernd eru 10 börn hjá stuðningsfjölskyldu. Og hvaða kröfur eða hvað þarf stuðningsfjölskylda að uppfylla svona til að geta tekið barn? Sko, umsóknarferli þannig að það menn sækjum á eyðublöðum og sem eru bæði á heimasíðunni og svo hjá okkur. Og við tökum út allar fjölskyldur og förum heim og skoðum heimilið og fylgjumst með. Það þurfa allir við þurfum að skoða upplýsingar hjá sakaskrá fyrir alla og svo skilum við læknisvottorði. Og þetta svo spurningum að vera með börnin í ákveðin tíma, eina helgi eða viku eða hvernig Í flestum tilfellum þetta ein helgi. Já, í viku, mánuði segir. Í mánuði, ein helgi mánuði í flestum tilfellum, en í öðrum þetta sérstaklega þegar sem við erum kannski með börn með þungafötlun, að þá það 2. Og svona þetta aðeins mismunandi. Og nú ég svolítið forvitin að heyra því að þið hafið verið stuðningsforeldrar eða fjölskylda í 6 ár? Í 6 ár, já. Hvað fekk ykkur til að fara út í þetta? Ég sá auglýsingu frá fjölskyldudeild fyrir löngu síðan og ég hugsaði með mér þetta eitthvað sem að ég vil gera og ætla að gera. Og þá vorum við nú með börnin frekar ung, þannig að ég geymdi þetta bak við eyrað, en síðan sá ég auglýsingu aftur og ræddi þetta við Valda og hún leist vel á. Og þá voru ykkar börn hvað gömul? Þau yngsta þá svona 10 ára, Já. 9 ára, svo eigum við stóra krakka sem eru núna að verða 20. Og við bara kölluðum saman fjölskyldufund og lögðum þetta upp sem eitthvað sem við fjölskyldin ætluðum að gera saman. Og allir til í þetta? Allir til í þetta. Allir klárir. Og þið vissu svo sem ekkert hvaða barni myndi fá eða hvernig þau myndi fungera með ykkur? Nei. Þetta svolítið svona hugrækt. Þetta var, og börnunum fannst það spennandi. Já. Og hvað hefur þetta gefið ykkur? 6 ár hafið þið fengið mörg börn til ykkar, eða þetta alltaf sömu krakkarnir, eða hvernig það? Já, þetta eru búið að vera strákar sem hafa verið hjá okkur. Það tilviljun eða biðjið þið bara stráka? Nei, við bara tökum á móti þeim sem við eigum að taka við, eða biðin að taka við. Það hafa allt verið strákar, já? Allt verið strákar og þetta eru, 4 strákar sem eru búin að vera hjá okkur. Já, á hvaða aldri? Það mjög misjafnt, eða? Svona 5. Sko, yngsti var 3 ára þegar við tókum hann. Hann var bara hjá okkur yfir eitt tímabil eða 1,5. En þeir hafa verið að koma á síðasta ári í leikskóla eða þegar þeir eru að byrja í skóla. Já. Og eru svo að koma til ykkar í einhver ár kannski og svo bara kannski kemur næsti eða þetta ekki með þannig? Þetta skar ekki að fá marga krakka á sama tíma, eða það þannig? Að þið getið verið að fá... Já, í sömu tilfellum
stundum erum við með 2 í einu. Já, já, já. Og það rauninni bara hjálpar bara báðum. Já. Það kynnast þeir. Já. Já. Já, núna erum við með 2 sem koma reglulega og stundum eru þeir saman, stundum ekki. Og síðan sá fyrsti okkar, sem við kallum alltaf okkar. Hann ekki hjá okkur lengur í þessu stuðningssystemi. Kerfinu. En við fáum hann reglulega til okkar. Kemur í heimsókn. Lána hann annars slagið. Já. Og hvað það hann orðinn gamall núna? Hann verið 11 ára. Já. Og var eitthvað sem kom ykkur á óvart? Var þetta erfiðara þið bjuggust við eða auðveldara eða hvað myndið þið segja? Nei, já, þetta bara ótrúlega gefandi. Ekkert sem hefur komið upp og sem bara, hvað var ég að fara út í þetta allt og erfitt? Það var ekkert verið svoleiðis andartak? Nei, það var kannski fyrst var þetta aðeins meira krefjandi þegar að við vorum fyrst að prófa að hafa 2 saman. Já, já, já. Var það ekki? Já. Þá svona þarf að hjálpa til og þetta bara þeir læra mikið af því og þannig það var svona sem var mest krefjandi. Og það að breyta eitthvað út af ykkar fjölskyldurútínu þegar þeir koma eða haldið ykkur bara við það sem að... Við haldum bara í hefðir, við erum með ákveðna rútínu hjá okkur, það grautur á lögadögum og foreldrum mínum. Og svo farið bröll til ömmu. Já, og svo jafnvel kerum við á Grenivík eða eitthvað og skoðum eitthvað og þú veist, þannig að við svona reynum að halda nokkuð fastri dagskrá. En svo náttúrulega alltaf eitthvað hægt að gera, eins og núna snjór, þannig að þá förum við að sleða og þannig að við reynum bara að gera mikið með þeim. Já. Og þekkið þið aðra sem eru stuðningsforeldrar, vitið fleiri eða? Já, eina, en við erum ekki í sambandi við neina þannig, nei. Og þetta ekkert þannig að foreldrar sem eru stuðningsforeldrar eitthvað hittast eða... Nei, það engin ásatíð. Og það kannski lykillinn aðeins og það að taka á móti þeim með bara inn í sína rútínu, sína fjölskyldu og þeir græða svolítið meira, þeir fá í rauninu aukasett af ömmu og afa og stórfjölskyldu því margir þeir eiga ekki stóra fjölskyldu á staðnum, sko. Þannig að það rosalega gefandi að heyra það og kalla mömmu mína og pappa til dæmis ömmu og afa og kleinur hjá þeim og þannig að þetta svona bara stækkar svolítið þeirra. Og þið mælið með þessu fyrir fólk bara þarf eitthvað sérstakt stærð á húsnæði, fjölda herbergi, einhverja kríteríur eða það bara það sem hjartarúm þar Já, þetta svolítið þannig. Við kannski svona mælum til þess eða það svona skilir, það sé allavega hugsa fyrir því að barni sofi einhvers staðar og það svona hafi sinn stað svolítið. Það þarf ekkert endilega að vera með sér herbergi. Getur verið inn á með hinum börnunum og svona bara svona eins og þetta hjá okkur bara hjá fjölskyldum almennt. Ég meina stundum gista systkini saman í herbergi og stundum einhverju sér herbergi og þannig að Þannig að þetta alveg í litlum íbúðum jafnt sem stórum húsum, allt hægt. Já. En svo náttúrulega ef það mikil fötlun þá þarf kannski húsnæðið að svara þeim kröfum. Já, það þarf að hugsa fyrir því þegar líkamlega fötlun að ræða. Að hjólastóla aðgengi kannski og slíkt. Já, við erum alveg með fötlubörn í hjá stuðningsfjölskyldu sem ekki í einbýlishúsum eða það sem aðgengi fyrir fatlaða en það auðvitað meiri vinna að það þarf þá að bera hjólastóla upp og svona hjálpartæki en fólk leggur það á sig af því að það bara finnst þetta gefandi og ánægilegt. Ætli það sé nú ekki aðalástæðan fyrir að fólk gerir svona að bara það gefur því eitthvað gott í hjarta, þetta náttúrulega ótrúlega göfugt en þetta eitthvað líka greitt? Af bænum. Þetta eru verktakagreiðslur sem eru greitt fyrir þetta, þannig að fólk, það sérst eftir á greiddur skattur eða þannig og svo eins og í fötlunarmálunum sérst mismunandi greitt eftir fötlunarflokkum. Það sérst greitt mest með þeim mest fötluðu og svo minna hjá þeim sem eru minna. Og ef það einhverja fjölskyldur núna sem að hugsa þetta hefum alltaf langað að gera, nú komið tími til, þá bara að finna heimasíðu Akureyrarbæjar eða hvernig, hafa samband við Akureyrarbæ og fjölskyldusvið? Bæði eru eyðublöð í afgreiðslunni á fjölskyldusviði og svo líka á heimasíðunni. Þannig það hægt að prenta það út og
og fylla út. Og þetta hugsað bæði til að létta á fjölskyldunum, bara taka við börnum til að létta á fjölskyldunum og eins bara til að stækka þeirra svona heim og möguleika. Já, þetta hugsað sem hvíld fyrir foreldra og líka það að stækka reynslu heim barnanna. Það eru víða sem að þau eiga ekki, eins og þau töluðu ekki stórfjölskyldu hér, þannig að það er ýmislegt sem að og svo eru bara á mörgum stöðum ekki mikli peningar til þess að gera ýmislegt. Ég meina þetta hjálpar til að þau fá að prófa kannski eitthvað sem þau myndu ekki fá að prófa. Takk ykkur kærlega fyrir komuna. Nú er tíminn hlaupinn frá okkur enn aftur. Ég bara hvet þá sem að hugsa núna málið og finnst þetta spennandi að kíkja betur á þetta og gerast stuðningsfjölskylda á vantar 20 cirka. Takk fyrir komuna kærlega. Takk. Og við höldum áfram hérna hinum megin við auglýsingarnar.